Sæl aftur, við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og nú ég komið til mín ungan og efnilegan ljósmyndara, Bernótus Óli Einarsson, menntaskólanemi og ljósmyndari. Sæl Bernótus. Sæl. Þú hefur verið að fikrað áfram í ljósmyndun síðustu árin. Já. Og hefur verið að geta þér gott orð fyrir það. Geturðu sagt mér aðeins hvernig það byrjaði? Þetta byrjaði allt 2010 þegar ég tók fyrstu myndavél og þá var ég á hjólabretti og var alltaf langlélegastur á hjólabretti. Þannig að ég fann það út að það væri bara langhagstæðast fyrir mig að fara að mynda. Og fann bara mig líka það nokkuð vel. Þannig að ég byrjaði á því og það var alltaf bara í vídeó. Og svo smám saman færðist það út í meira ljósmyndun. Og svo fyrir 2-3 árum þá ákvað ég eiginlega bara að færa mig alfarið út í það. Og seldi allan vídeóbúnað sem ég átti og fór út í að mynda. Já. Og hvernig hefurðu, lært? Hvernig hefurðu farið að því að ná einhverjum tökum á þessu? Sko, það er aðalega bara YouTube. Þú veist, þetta náttúrulega snýst að prófa sig áfram, sjá hvað þér líkar, finnst flott. Og náttúrulega tæknilegu atriðin, það er eiginlega bara svona one time. Þú veist, þú færið til að kenna þér það og þá ertu komið með það, svona nánast. En síðan er það svona að mynda sér stíl og vinnslutækni, allt þetta. Það er bara YouTube. Já. Þannig að þú hefur verið að taka myndir bara, stanslaust hér bil núna síðustu árin. Já. Og komið með Instagram síðu, þar sem eru bara mjög margir fylgjendur og verið að geta þér gott orð þar. Hvernig með hvernig kemur sér á framfæri? Er það Instagram? Eða hvernig? Já, aðalega Instagram sko. Það er bara ná tökum á því og hvernig, þú veist, það eru náttúrulega ákveðna leiðir að því að koma sér áfram þar. Og já, svo bara smá saman byrjar þau að stækka í þessu og þetta er eiginlega eins og bara snjóbolti. Þeim er sem að hann stækkar, þeim hraðar stækkar hann sko. Það er fyrst og fremst Instagram. Aðrir samfélagsmiðlar, ertu eitthvað að nýta þá? Ég er með Facebook síðu en hún hefur rosalega lítið gildi. Ég er rauninni samtengja hana bara á Instagraminu og þaðan póstast allt sko. En Instagram er svona aðal í þessu. Það eru náttúrulega fleiri eins og Flickr og 500px og þessa síður sko. En það er ekki með, þú veist, það er með bara helming eða 1/3 af notendanum sem Instagram hefur. Já, ég skil því. Þannig að þú vilt vera það sem að fólk eðlilega. Hvað er skemmtilegast að mynda? Hvað er það sem þú ert að mynda helst? Sko, ég er aðalega í náttúruljósmyndun og dýralífsljósmyndun en ég vinn sem sagt í hvalaskoðun og ég hef verið að mynda þar og það er alveg gaman en það verður stundum einsleitt og þá er bara gott að geta hellt sér út í einhverja fallega náttúru og það er eiginlega langskemmtilegast því það er allur pakkinn. Keyra á staðinn og maður náttúrulega sér milljón staði sem er ekki með nokkru móti hægt að koma í mynd og það er einhvern veginn upplifun að sjá það. Og nú ert þú í menntaskólanum, 3. ári. Hvernig hefur gengið að samtvinna þetta? Vinnur þú hvalaskoðun líka, segirðu? Er einhver tími til þess að ljósmynda? Sko, stundum þá er hann rosalega lítill. Og náttúrulega þegar myrkrið er svona mikið þá verður þetta rosalega erfitt. Af því að þú veist, það eru kannski 2 tímar af dagsljósi sem var hægt að nýta og þá var maður að læra sögu eitthvað staðar upp í menntaskóla. Þannig að þetta er rosalega erfitt á veturnar. En ég reyni að nýta vorin, haustin og sumrið náttúrulega bara eins og ég mögulega get. Og eiga þá bara myndir alveg nóg að þeim. Já, og setur þetta inn skipulega, þú veist, eina mynd á Instagram sem átti í einhverjum banka eða hvernig ferðu að því að koma þér á framfæri þar? Sko, þetta snýst bara að halda jöfnu tempói. Pósta daglega eða einu sinni annan hvern dag. Þú veist, bara eitthvað tempó sem þú velur. Og þá, þú veist, byrjar fólki sem er að elda þig þar að kunna meta það. Og þú veist, fólki býst við því að fá sína daglegu mynd eða þú veist, þannig. Já. Hvað er svona skemmtilegt við að mynda? Sko, það er einhvern veginn bara þessi tilfinning að ná að festa á mynd eitthvað sem þú sérð, sem er fallegt. Að, þú veist, sýna fólki heiminn eins og þú sér það í rauninni. Hvernig hefur gengið að svona, þú hefur eitthvað aðeins verið að selja líka myndir, eða ekki? Jú. Hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið svona
hálfbröslega. Sá markaður svona ekkert alltaf góður í dag eftir internetið, en það fer alltaf út eitthvað smá og þá helst í svona litlum myndum, bara svona vasamyndum, sko. Fólk ekki að kaupa svo stóru mikið lengur. Nei, það með þetta góða punkti. Það náttúrulega ótrúlega hröð þróun í þessu eins og öllu öðru. Hver eru svona tækifærin fyrir ljósmyndara í dag að gera eitthvað úr þessu? Sko, eins og ég sé það, þá það bara það að geta lifað hálfpartinn frítt. Af því að leið þú ert komið með ákveðið marga fylgjendur, þá byrja svona ferðaskrifstofur hér og þar heiminn að vilja fá þau til sín og sýna fólki hvað þau hafa upp á að bjóða til þess að, og þú veist, ef þú ert náttúrulega með helling af fylgjendum, þá sér meira fólk og fær kannski áhugann á að fara þangað. Og ég þekki strákar sem að gera það, þannig að ég sé svona fram á að reyna það. Já, þannig að það í gegnum þessa samfélagsmiðla eins og Instagram og svoleiðis sem er tækifæri til þess að koma sér á framfæri. Það ekki kannski lengur bara brúðkaupsljósmyndir eða eitthvað svoleiðis sem svona eina leiðin til þess að gera það gott. Þetta í rauninni búið að stækka rosalega mikið, sko. Já. Þessi tækifæri eru orðin rosalega mikil, en náttúrulega saman tíma mikil samkeppni, þannig að þú þarft að gera þetta allar besta. Já, þannig að þú nefndir þú áður nú værir að læra mest í gegnum YouTube. Já. Þannig að það ekki, þú stefnir ekkert endilega þó að fara í ljósmyndaskóla eða slíkt? Ég hef alveg íhugað það og ég er ekkert lokaður fyrir því, en ég hugsa samt einhvern veginn að svona námskeið sem að ljósmyndarar sem ég hef meira áhuga á, sem eru með ákveðinn stíl sem ég aðhyllist, að fara á einhver námskeið hjá þeim, muni hafa miklu meira upp úr sér fyrir mig, þannig lagað. En sko þetta ljósmyndarnám hef ég heyrt mjög skemmtilegt. En ég bara ekki viss kannski að það myndi henta mínum þörfum, af því að ég hef í rauninni rosalega takmarkaðan áhuga á svona að vinna með það að mynda fólk og álíka. Og það hægt að ná ótrúlega góðum tökum á þessu í gegnum YouTube og bara internetið? Já, í raun og veru. Það tekur náttúrulega lengri tíma heldur en þegar þú ert með eitthvað sem leiðbeinið en það hægt og fritt. Já, einmitt. Frábært. Bernódus, gaman að spjalla við. Takk hérlega fyrir komuna í föstudagsþáttinn. Já, takk fyrir það. Og við höldum bara áfram hérna eftir skamma stund.